Já, komið þið sæl. Það er sunnudagur og þá koma Synir Egils. Það verður fjölmennt hjá okkur í dag, en við byrjum hér á vettvangi dagsins, en eftir að við höfum klárað það, vettvangnum er lokið, þá er það Sölvi Nordal, umboðsmaður barna, og þar á eftir Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og félags- og húsnæðismálaráðherra. Þannig að það er margt á dagskrá. En til okkar er komin Sonja Ýr Þorbergsdóttir, formaður BSRB, Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi og forseti borgarstjórnar, og Þóruð Snær Júlíusson, framkvæmdastjóri þingflokks Samfylkingarinnar. Og á móti mig situr Gunnar Már Egilsson. En hérna, mig langar svolítið að byrja á því sem við höfum lesa í morgun að Donald Trump segir að sé 100% öruggt að Bandaríkin nái yfirráðum yfir Grænlandi og jafnvel án hervalds, en hann sem sagt er enn að hóta hervaldi. Og hvað segir þetta, Sonja? Það byrja mjög bratt. Ég verð að viðurkenna einmitt eftir því sem þessi umræða hefur svona að þróast lengra og lengra og þessi heimsókn varaforseta sem átti fyrst bara að vera eiginkonans og svo framvegis, að þá einmitt, ég meina í nútíma sögu þá eigum við ekkert eitthvað fordæmi þessa. Mér fannst utanríkisráðherra Danmerkur Lars Løkke bara mjög skýr í sinni afstöðu að það væri þetta nú þegar við verða þarna og aðkoma Bandaríkjahers þó að hafi sannarlega fækkað á undanförnum árum, en svo verði líka aðeins að viðurkenna að þú veist að einhverju leiti náttúrulega gekk kosningabarátta þeirra í Bandaríkjunum út á það. Þeir væru að færa fram von breytingar, væru að bjarga fólki sem að býr á svæðum þar sem er ekki lengur atvinnustarfsemi og atvinnuleysi mikið og allt þar fram eftir götunum. Og það verður auðvitað að segjast eins og er að Grænland undir yfirráðum Danmerkur, þú veist, þetta er eitthvað sem hefði átt að vera búið að þróast mun lengra, mun fyrr heldur en það er að gerast núna. Þannig að ef ég ætla að vera að því ég er eiginlega svona smá, og svo við kennum það líka, svona bara buguð yfir einhvern veginn stöðu umræðna og bara stöðunni í heiminum, að þá tók ég smá poljónu og hugsaði, mögulega geti þetta orðið til þess að styrkja stöðu Grænlands enn frekar. Þau hafa auðvitað svona verið að nálgast það frekar að þau vilja vera sjálfstætt ríki. Þau hafa allavega hafnað því mjög skýrlega að þau vilja ekki vera undir Bandaríkjunum komið, þannig að það er auðvitað jákvætt, en þetta er auðvitað bara grafalvarlegt. En kannski munur þess á, við erum í Evrópu, Grænland er í Ameríku, eða hvað, er það einhver vörn fyrir okkur eða þurfum við óttast? Einmitt tek undir að það þarf að hlusta á, þú veist, hvað vilja grænlendingar og þú veist, með að við einmitt að sé komið 2025 og þá heldur maður alltaf að maður sé komið svo framalega hvað varðar svona sjálfstæði ríkja og sjálfstæði þjóða, en það er bara alls ekkert raunin, það er þarna ákveðin saga sem á eftir að gera upp bara varðandi Danmörk og Grænland og það er staðreynd. En ég er einmitt líka á þeim stað að maður er dálítið bara svona hvað gengur manninum til, honum Trump, hvernig á maður að greina þetta, hvar byrja maður að greina þessa stöðu, út frá hvaða vinkli einhvern veginn er rétt að greina þetta svo maður geti einhvern veginn komist að einhverju niðurstöðu ástandið sem er í gangi, af því það er auðvitað talað að hann sé bara svo óútreiknanlegur og ótrúlegur, en auðvitað hlýtur að spila inn í einhvern veginn, maður hlýtur að líta til þess, þú veist, hvernig svona auðvaldið og hvernig einhvern veginn manneskjuna sem að hann er komið með í kringum sig úr tæknigeirunum, hvernig einhvern veginn þeirra svona valda pólitík þannig að maður er að reyna að greina þetta og komast að einhverju skynsamlegri niðurstöðu, en ég bara svona átta mig ekki alveg á því kannski hvar maður eigi að byrja og hvernig maður eigi einhvern veginn að setja fram þar sem er að eiga sér stað, af því þetta er líka bara svo, eitthvað svo ótrúlegt. Já, hvar á maður að byrja að greina þetta? Það sem er að gerast er auðvitað bara, eins og Sonja sagði einhver veruleiki sem við höfum ekki þurft að upplifa kannski á okkar lífstíð. Þetta er afturhvarf til þess tíma svona þegar heiminum var stýrt af svona sterkum leiðtogum sem vildu hafa sín áhrifasvæði. Og það virðist vera eins og uppleggið sé það að Bandaríkin vilji að sinn bakgarður og sín nágrannaríki og sitt svæði alveg út fyrir Grænland sé þeirra áhrifasvæði með Kanada og Mið- og Suður-Ameríku alla undir þar, og maður sér þetta líka í upplegginu sem hefur verið lagt fyrir Úkraínu
frá hendi Bandaríkjamanna það hvað þurfi til þess að þeir styðji við vopnahlé þar og það raunverulega einhvers konar endurgreiðsla á þeim stuðningi sem Bandaríkjamenn hafa lagt Úkraínu til gegn því að njóta áfram einhvers konar verndar, alltaf bara að það verður farið allir fjármunir sem verða til vegna nýtingu náttúruauðlinda og annarra svona viðskiptatækifæra í Úkraínu farið sameiginlegan sjóð sem Bandaríkjamenn stýri og borgi sér fyrst og svo það sem eftir muni fara til Úkraínu og þetta svona eftir seinna stríðs pólitík sem við þetta eigum ekkert mjög að venjast. Það verður öll áherslan verið á að auka samvinnu, samþætta hagsmuni vestræna lýðræðis þjóða þannig að það komi ekki upp átök og að samstaða í gegnum bandalög eins og NATO og í gegnum Evrópusambandið og alls konar viðskiptasamninga. Núna afturhvarf, bæði í öryggismálum sem við verum að fara yfir hér og líka þetta á efnahagslega sviðinu með þessum tollarhræringum öllu saman. Þannig að þetta nýr veruleiki og maður einhvern veginn ég byrjaði að segja bara hvar maður byrja að greina þetta og maður einhvern veginn að reyna að greina þetta bara í hverju viku vegna þess að maður veit ekkit almennilega hvert þetta endar allt. En það svona ókyrði í hlutum sem við reiknum ekkert með að þurfa að glíma við bara fyrir örfáum ára síðan eða hvað Smári? Já, heimurinn að breytast og það einhver leiti náttúrulega hefur Grænland alltaf verið á áróðursvæði Bandaríkjanna og þeir hafa fengið að gera það sem vilji þar, þeir eru með herstöðvar og ég held að sé engin dæmi þessum að Bandaríkjamenn vilji hafa ykkur aðstoð á Grænlandi og fengi nei, ég held að sé ekki og ég held að sé líka þannig að ef að grænlendingar myndu gera samning við Kína námuvinnslu eitthvað svoleiðis þá verið það bara stoppað. Svipað og var gert hér þegar Íslendingar voru að velta fyrir sér, eða íslensk stjórnvöld, hvort að Íslendingar þetta til að belta og braut. Þá kom Pompeo hérna og lenti á Keflavíkurflugvelli og hitti Katrínu Jakobsdóttur og síðan hefur við ekki heyrt meir það. Þannig að, en mér finnst það að því að vera að tala um þetta og núna eitthvað breyting í Bandaríkjunum og þeir telja þetta ekki vera nóg, heldur vilja bara ná Grænlandi formulega undir sig. Já. Og þetta með að sé eitthvað svona sjálfstæðisbarátta þar sem að ég meina, sumir grænlendingar vilja sjálfstæði, aðrir vilja tengjast Danmörku og einhverju vilja svo tengjast Bandaríkjunum. Ég finnst að það sé bara þannig. Það sé ekki, grænlendingar tala ekki allir einni röddu. En það ekki ógn við okkur, ef þeir ná Grænlandi, tala hann ekki með hervaldi? Ég held að skilgjarni Ísland með nákvæmlega sem hætti, Og við finnst að því að vera alltaf að tala um að við að vera að endurskoða öryggishagsmuni okkar. Að ég held að við höfum kannski líka horfast í augu við að við höfum verið frá upphafi, frá lýðveldisstofnun undir áhrifasvæði Bandaríkjanna. Þeir komu hingað og listu Bretana af áður þeir voru þáttakendur í stríðinu og ég held að hafi verið, það er marg dæmi í sögunni að mætti halda því fram að við höfum unnið þorskastríðið meðal annars út af svona óbeinum stuðningi Bandaríkjanna eða það að Bretum var eiginlega bannað þú veist að þannig að við höfum alltaf verið hluti af þessu ríkisstjórn í 71 þar sem að vera að ræða að herinn færi og annað slíkt. Ég held að við getum alveg skoða söguna í þessu ljósi að við erum undir áhrifasvæði Bandaríkjanna og þeir hafa haft mikil afskipti af íslensku stjórnmálum hérna. Það hefur komið fram að ráðamenn í Sjálfstæðisflokknum hafi setið þar vikulega fundi í sendiráðinu við að svona skipuleggja það hvernig mætti verja pólitískt ástand á Íslandi þannig að væri hugfellt Bandaríkjanum. Og mér finnst að við mættum bara horfa á sögun okkar og horfa á stöðun okkar út frá þessu. Við erum svo óheppin eins og mörg ríki að vera í nágrenni við stórveldi á tímamótum þar sem að stórveldin, Rússland, Bandaríkin, Kína virðast svona eins og þeir séu helst með það í huga að skipta milli sín heiminum. Og það takmarkar svolítið frelsfólk. Mér finnst það ekki endilega gagnlegt að vera að láta eins og við séum sjálfstæðir en við erum. Nei. Ég er ekki að mæla með þessu. Ég finnst að vera þetta ömurlegt ástand hér að vera undir á áhrifasvæði Bandaríkjanna sem er að þróast á ömurlegan máta þar sem að við sjáum lýðræði vera bara brotna sundur í Bandaríkjunum og það mun hafa áhrif hér. Herrin, þú nefndir þorskastríðin en nú er það bara upphefjast alíslensk þorskastríð. Það er með breyting á auðlindagjöldum með hækkun auðlindagjalda og þar er strax byrjað að hlaði í byssunar, það er sem sagt bara, þetta er kallað landsbyggðarskattur og svo margt annað líka, en hvað segir við um þetta? Er þetta ekki bara tímabært að
byrjum í framkvæmdastjóra þingflokks Samfylkingarinnar. Jú, og fyrsta lagi auðvitað á þetta ekki að koma neinum á óvart. Það er augljóst á skoðanakönnunum sem hafa verið gerðar og rannsóknum sem hafa verið gerðar hér á meðal hvaða hug almenningur í Íslandi ber til þessari gjaldtöku að það er mjög skýr skilaboð það að þeim finnst arðurinn af auðlindinni ekki rétt skipt. Arðurinn af auðlindinni ekki rétt skipt. Það er algjörlega fyrirliggjandi að þeir 3 flokkar sem mynda ríkisstjórn núna og eru með 36 að 63 þingmönnum eru allir og boðuðu það allir í aðdraganda kosninga að þetta væri eitthvað sem þeir myndu standa fyrir. Það kemur fram í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar að hér verður farið í auðlindagjaldatöku aukna og það sem er verið að gera núna er bara það að vera að standa við stóruorðin sko. Og það er verið að gera það mjög snemma á kjörtímabilinu vegna þess að þetta er svona ákveðið suðusár á þjóðalíkamannum, þetta deilumál, eitthvað helstu deilumál okkar í gegnum áratugina og það er bara tímabært að græða þetta. Það sem er verið að gera bara í praxís er það að samkvæmt lögunum eins og þau eru núna þá er skiptingin þannig að 67% af aflanum sem veiðist fer til útgerðar, 33% fer til eiganda auðlindarinnar, ríkisins, í formi veiðigjalda og það er ekki verið að hækka veiðigjöldin. Það er einfallega verið að leiðrétta það hvernig þau eru reiknuð út. Í staðinn fyrir að útgerðin sem á alla virðiskeðjuna í mörgum tilfellum. En það leiðir til hækkun að þú verður. Já, en ég meina það er ekki verið að hækka sko hlutfallið. Það er ekki verið að gera það. Þetta er hækkun, hærri fjárhæð er afleiðing af því að það er verið að breyta því hvernig þú verðleikur aflann. Í staðinn fyrir að útgerðirnar sem eiga veiðarnar, vinnsluna, söluna, markaðssetninguna, svona geta ráðið hvað er taka út verðmætin í keðjunni, þá er verið að segja, ok, þið á okkar mati hafi verið að verðleggja aflann of lágt til sölu til vinsla sem þið eigi sjálf til þess að halda veiðigjöldum lágum og núna ætlum við að láta miða við 12 mánaða meðaverð á íslensku fiskmörkuðum fyrir þorsk og ýsu og verð á síld, kolmuna og makríl mun taka mið á miðalverði í Noregi þar sem er aðskilnaður á milli veiði og vinnslu. Og afleiðing af þessu er síðan það, að það mun í flestu tilfellum ef það gengur áfram vel eins og hefur gengið á sjávarútvegum skila meiri veiðigjöldum í ríkiskassan. Við skulum hafa það líka alveg á hreinu að veiðigjöldin eins og þau eru á núna, og horfum til dæmis á síðasta ár, þau duga ekki fyrir þjónustunni sem ríkið veitir sjávarútvegi. Og þá erum við að tala um rannsóknir, eftirlit, allt þetta. Það kostar 11 milljarð ári. Veiðigjöldin voru 10,2. Þannig að ef að þú Sigurjón verður að leigja út íbúð og þú rukkaðir 100 áskall fyrir hana mánuði, þá og þú verður með kostnað við viðhald á henni sem var 110%, þá væri þú auðvitað ekkert sáttur. Þetta er þín íbúð. Þér finnst að þú er að hafa eitthvað upp úr grafsinu. Og það er það sama sem á við hér. Og ofan á það, þá liggur fyrir vilyrði setjandi stjórnvalda, þessi fjármunir sem komin, þeir fara í innviðaukningu, þeir fara í vegakerfið. Þannig að nú er verið að taka aðeins stærri sneið af útgerunum sem þær hafa sannarlega efni á og horfur á rekstrarhagnaðar hlutfallið, það er að segja bara hvað rekstrarhagnaðurinn er stórt hlutfall af öllum sem kemur inn, þá hafa þau á 10 ára tímabili verið með 24% rekstrarhagnaðar hlutfall. Restin af viðskiptalífinu er með svona 9%. Þannig að þeir eru með miklu arðsemari geira en atvinnugrein en allir aðrir. Með breytingunni þá fer rekstrarhagnaðar hlutfallið úr 24 í 20. Þeir eru ennþá með miklu meiri arðsemi en allir aðrir, svona að meðaltali. Þannig að það er svigrúm þarna, það er engin vafi. Og það er sérstaklega innbyggt í breytinguna að litlum og meðalstórum fyrirtækjum á landsbyggðinni er sérstaklega verður hlíft með því að hækka frítekjumark. Þannig að það eru þá fleiri fyrirtæki það voru að hærra þakið það fyrir þá sem þurfa ekki að borga veiðigjald og því verður þrepaskipt. Þannig að ég held að þetta sé bara löngu nauðsynleg aðgerð. Ég skynja gríðarlegan meðbyr hjá almenningi með þessu og helstu athugasemdirnar
sem ég finn í kringum mig það að fólki finnst hreinlega ekki nógu langt gengið. Að þessi hóflega hækkun sem fylgir þessari leiðréttingu að hún sé ekki nægjanleg. En það er svona búið ákveða það að þetta eigi að fara í vegaframkvæmdir, en við höfum svo sem oft áður í lífinu verið með skatt eða gjöld sem eigi að fara í eitthvað ákveðin, gera það bara alls ekki, en við skulum sjá. Já, ég getur séð á morgun þegar fjármálaáætlun verður birt í hvað aukningarnar liggja og ég meina það er engin tilgangur fyrir þessa ríkisstjórn á fyrstu vikum sinna starfsemi að segja þetta og ætla sér ekki að standa við það, sko. Við erum að fara að birta þá planið fyrir næstu ár komið upp, þörfin sé víðar, allir innviðir hérna virðast vera minna og meira laskaðir. Já, og það er rétt, ég menn innviðarskuldin eins og hún er reiknuð upp á milli 6 og 700 milljarðar, þar að veru þarna milli 200 og eitthvað og 300 milljarðar í vegakerfinu, þannig að það er að nóg að taka. Og það er bara harða skuldin, í framkvæmdir, það er líka skuldir inn í heilbrigðiskerfinu og menntakerfinu og í öllum kerfinu, félagslega kerfinu. Þannig að þetta er ekki einfalt. Nei, alls ekki, En þetta er hérna samt sem áður, þetta er svona byrjuð barátta. Það er einhver að missa hagsmuni og þeir verjast og þeir hafa peninga til að verjast. Mér finnst mjög gott að það sé verið að gera eitthvað í þessu. Við vitum bara hvernig auðurinn hefur safnast á fóra hendur og að sjá einhvern veginn, ég sá grein held ég á Vísi þar sem það er eitthvað svona talað gríðarlegan hagnað og svo einhvern veginn að það sé samt erfitt fyrir þessi fyrirtæki og maður hugsa bara að bytja nú við, það getur nú ekki verið. En auðvitað hlýtur þetta að vera samt líka heildarsamingi sem við viljum skoða sem þjóð, bara einmitt kvótakerfið og hvað það er óréttlátt og hvað þetta er í rauninni auðurinn hefur safnast á svona færri hendur og samþjöppun auðs og valds sem eru auðvitað svona þessi risastóra spurning sem að myndi líka gjarnan vilja taka einhvern veginn til afgreiðslu, en ég myndi segja að þetta sé þetta bara gott að það sé verið að gera þetta og en þetta er ekkert kannski fyrsta skrefið vonandi í átt að því að bara leiðrétta þetta kerfi í heilsinni þannig að samfélögin í heilsinni og byggðirnar njóti góðs af þessari auðlind sem að þjóðin vissulega á að eiga öll saman. En svo eru þessu fyrirtæki kannski ekkert endilega stærsti fyrirtæki sem eru mjög öflugi að styrkja ýmislegt heima í héraði, eins og íþróttir, leikfélög, dvalarheimili og fleira. Það er eðlilegt að þeir sem eru aflögu færir að þeirra framlag til samfélagsins farið í gegnum skattkerfið. Þannig byggðu við upp góð samfélag, ekki með því að ríkikallin kastu ölmusu út vagnin þegar hann ekkur framjá. Líka bara eftir þá áhuga hverju sinni og duttlungum viðkomandi. Og áhugasviði. Já, áhugasviði sem er náttúrulega oft líka mjög kynjað, en það er kannski það á eftir. Ég held ég bara í fyrsta lagi svo ég gleymi því ekki að þá fannst mér mjög mikill Hönnu Katrín að koma í Kastljósi í vikunni og bara mér finnst það líka svona til eftirbreytni, bæði hvað hann var skýr, en þetta er náttúrulega líka eins og við sáum að viðtölu við aðra, þetta er ótrúlega flókin umræða fyrir fólk sem er ekki í henni alla daga og stóru hugtök og alls konar sem við tengjum ekki við. En ég held að stóra máli sé með þetta að þjóðin er búin að vera að bíða eftir breytingum í áratugi hvað þetta varðar, en þetta er náttúrulega ekki kerfisbreyting, þetta er breyting á reikni aðferðum og ef ég mann þetta rétt á að skila 7-10 milljörðum aukarlega. Heildar útgjöld ríkissjóðs í fyrra voru 1500 milljarðar. Þannig að hlutfallslega er þetta ekki, þetta verður ekki kollvörpun og það verður einmitt áhugavert að sjá bara fjármálastefnuna á morgun. En það sem að líka tengist þessu, af því að hún verður náttúrulega umræða á morgun, er að það er búið að boða það verði bara minni umsvif ríkisins og það eru eitthvað sem að fyrri ríkisstjórn eða svona allavega hlutina laði ríka áherslu á til lengri tíma og þá veltum að fyrir sig hvar á þá að minnka, hvar á þá að skera niður, hvaða kerfi eru það sem að þetta mun hafa áhrif á. Þannig að þó að þetta sé vissulega frábært skref í rétt átt og við þetta vonast eftir meira og hefur verið hluta stefnu okkar hjá BSRB og fleirum að þá svona líka þetta, heildarstefnan, hver er hún? Og ég hef svona áhyggjur af því að við vorum að ræða
ameríska pólitík en ég meina heimspólitíkin öll á þann veg að það einstaklingshyggja í fyrirrúmi. Það bara svona á undanhaldi að fólk velji og setja í efstasæti samtryggingu og samneyslu. Þannig að það eitthvað sem ég hugsa líka sko, jafnvel þó að þetta séu flokkar sem gefi út fyrir það að vera vinstra megin í velferð eða jafnaðarmannaflokkur eða flokkur fólksins, að sko erum við mögulega á þeim stað líka bara í samfélaginu að sé búið að forrita okkur öll svo nær einstaklingsmarkmiðinu að þetta verður aldrei svona samneysla samtrygging, allavega ekki eins og verkalýðshreyfingin að leggja áherslu á. Nei. Mér finnst að þú ætlaðir að fara að segja eitthvað Nei, ég get að sagt eitthvað vilt. Því að vera að tala hérna afstöðu þjóðarinnar og þetta er búið að vera deilumál í 40 árið ekki, kvótakerfið. Þetta er 84. Já, mjög vaxandi þunga kannski síðustu 30 árin. Og það hefur komið fram hérna eins og maður sannir að vitna til og Þórður að þjóðin hefur verið spurð og ég held að sé ekki rétt að tala að kvótakerfið sé svo flókið og það sé bara sérfræðingar sem getur skilið það. Af því ég held að þessi afstaða almenning sem kemur fram í könnunum að ég held að sé 80% sem að segja að kvótakerfið geti ýta undir misskiptingu í samfélaginu álíka eða meiri sem að segja þessi óréttlátt. Og þetta er það sem að fólk bara veit, bara í fjölskyldusögu sinni og það, ég meina, það allir tengdir í kvótakerfinu. Það ekki hægt eiginlega að vera Íslendingur á miðum aldri á þess að vera með einhvern svona sans fyrir afleiðingunum, þótt að þú sett ekki með hugtökin á hreinu. Og það þetta óréttlæti í kvótakerfinu sem að við sjáum birtast meðal annars í því að þeir sem svo heppin að fá útlutaðan kvóta, að þau að kaupa hér upp fyrirtæki, þau eiga búðina sem við erum í, tryggingafélagin sem við skiptum í, brauði sem við borðum og bara eiga orðið Ísland. Og það þróun á samfélagi sem að ég held að mikil meiri hluti Íslendinga sé á móti, þó svo að Sonja sé að vísa í þessa svona einstaklingshyggju sem að flæðir yfir alla umræðu. Þá held ég að almenningur sé meira og minna vilji hafa hér gott, réttlátt samfélags. Ég held að líka bara alveg rétt sem Gunnar voru að segja, en þetta magnast upp yfir þetta tímabil. Út af því að kvótakerfi eru þetta, jú, þú veist við setjum á kvótakerfi, hérna með lögum 83 sem tekur gildi 84, svo kemur framsal á kvóta og þá getur þú farið allt í einu að sýsla með eign sem þú fegst frítt og raunverulega átt ekki og svo 97 kemur heimild til þess að mega veðsetja kvóta sem þú átt ekki í banka og þú getur þá fengið fjármuni til þess að kaupa upp meiri kvóta og við þá breytingu verður til kannski þessi rosalega aðskilnaður þá fer bara rakettan dálítið á flug hjá þeim sem eru þá haldandi á kvóta og svo gerist þetta aftur eftir hrun þegar mörg sjávarútvegsfyrirtækin sem voru búin að skuldsetja sig mjög mikið, voru með neikvætt eigið og voru upp á náð og miskunn nýrra banka í eigu ríkisins að þá var sett fót sáttanemnd sem pólitískir aðilar setja inn í og niðurstaða hennar er svo að ganga ekki að við honum sem var þá hægt og þá hefði verið hægt að innkalla kvóta gegn því að svona atvinnuvegurinn sættist á það að greiða fyrir aðgengi að auðlindinni og vinni þetta aðeins meir í sátt við þjóðina. Kjölfari var auðvitað farið af stað með það að leggja á veiðigjöld og flotanum siglt í land og auglýsingar keyptur upp í dagblöðum og alltaf einhvern veginn svona viðkomustu hópunum í keðjunni telt fram sem þeim sem þetta myndi bitna mest á fólkið í landvinnslunum eða slíkt og heilu auglýsingarnar keyptar upp með myndum af þeim fjölskyldum eða munu eftir þessu, þar sem allir voru svo fíldir og meira að segja hundurinn líka og þá var mikið talað þetta sama, landsbyggðarskattur, fjölskylduútgerir, hvað með börnin, allt þetta. Þetta er sama leikjafræðin og hvað hefur gerst frá 2012 þegar þau lög voru sett og fram til ársins 2025 sem við sitjum hérna í dag, hefur aldrei gengið betur í þessari atvinnugrein. Hún er komið með upp í lok árs 2022 450 milljarða í uppsafna eigið fé, þá er búið að taka allar arðin út og búið að borga all opinberu gjöldin og þetta, við vitum öll að þetta eigið fé er verulega vanmetið vegna þess að þarna er ekki verið að miða við upplausnarverð á kvóta, það sem myndi fá fyrir kvótan myndi selja hann. Og meðan við viðskipti sem voru gerð 2021 þá er upplausnarverðið þar líklega 11 til 1200 milljarðar á kvótanum. Þannig að þetta er orðið þannig og aftur eins og Gunnar Smári benti á
þeir sem eiga stærstu útgerðarnar hafa farið og fjárfest verulega mikið í óskyldum greinum, smásölu, fjármálafyrirtækjum, majónesframleiðendum, skyndibittastöðum, fasteigna þróunar félögum, podcastum, hægri podcastum, þú veist allt þetta og ég meina 2019 þá var þessi fjárfesting metin á 180 milljarða hjá 20 stærstu í óskyldum greinum. Núna liggur fyrir skýrslubeini á þingi það að taka þetta aftur saman með stöðuna í lok árs 2023 og það verður mjög athyglisvert að sjá þar vegna sem mín tilfinning sú að sú fjárfesting aukist verulega á þeim árum sem hafa verið hann á milli. Það er gríðarlegt óréttlæti, en höfum þá í huga að skrefi núna eins og Sanna var að benda á, bara eiginlega hænuskref. Miðað við þetta óréttlæti. Líka bara ef maður hugsar neikvæðu áhrifin sem kvótakerfið hefur haft á samfélagið í heild sinni, eins og þeir eru að nefna bara hvert fer fjármagnið sem kemur úr þessu, hvað það að nýtast í og líka bara eyðileggjandi áhrif á byggðirnar. Hvernig er hægt að snúa því við til að byrja með? Hvernig verður það gert? Er það eitthvað sem við sjáum fyrir okkur í okkar framtíðarsýn? Er það þá til næstu ára eða næstu áratuga? Það hefur bara gríðarlega mikil félagsleg áhrif í rauninni ef maður greinir það út frá því í rauninni, það sem var og það sem er núna og bara hvað hefur skemmst í millitíðinni. Ég var að sjá bæði fyrir stakandu þetta með kvótakerfið. Sömu stöðum þar sem hann kemur út á landi sem hann byggðist upp á því að fólk er kannski líku vel við miðunum og fólk hafi byggt upp þarna og við þekkjum þessa staði voru fjölskyldur sem áttu bátana og einn kallinn var skipstjóri og bróðir hans stýrimaður og svo var netavestað og svona byggðust þessi þorp upp og svo fiskvinnsla og eitthvað fleira og svona seytlaði bara arðurinn af auðlundunum þorpið. Núna er það þannig að þessi þorp eru háð einhverjum kalli sem á kvótan og ef honum líkar ekki, stemmingin í þorpinu eða ef fólk vill einhvern veginn ráða sjálft hvernig sitt samfélag þróast, þá bara fer hann. Þetta er bara staðan og þetta er svo eyðandi áhrif á mannfélagið og við höfum að tala bara fullri alvöru þetta. Þetta getur ekki gengið svona Íslandi, ef við heldur áfram að þessum sömu braut, verður bara ömurlegt samfélag. Ég held ég að við sagt frá því áður við Rauðaborðið að einmitt einhvern tíma að vera að skipuleggja 1. maí í bara ónefndu sjávarplássi út á landi og svo komi ljós að það er ekki farin kröfuganga þar og ég spyr betur okkur er ekki farin kröfuganga og því að útgerðinu hugnast það ekki. En þetta er rosalega skýr dæmisaga af því að þannig getur rétt líka ímyndað ykkur þetta óáþreifanlega stigveldi í bara hvort það byrtist einhvern veginn í félagslífi eða grunnskólunum eða í mitti, eru vera að byggja undir íþróttir eða sundlaugar eða eitthvað sem að tengist svona samfélaginu í heild sinni. Þannig að þetta skiptir máli í daglegu lífi. En ég vildi bara, að því ég veit ekki hvort það var að vera miskilega bara að tala annaðgunnarsmenn, ég var ekki að meina að almenningu skildi þetta ekki, ég held að það sé bara mjög basic, það er bara mjög skýrt hyggjuviti og allar kannanir sýna það að þetta er eitthvað sem hefur verið svona efst á blaði hjá þjóðinni. En það sem ég fannst aðdáunarvert hjá Hönnu Katrínu er einmitt, að hún er raunverulega, því ég meina, svona hugtökin í þessu geta verið flókið, hvað hún gat einmitt, sett þetta skýrt fram í svona stóru umræðu og það sem að mér slíka svolítið við pólitíkina í dag og kannski hún alltaf verið svona, ég veit ekki, mér líður bara eins og hún sé ekstra núna, að þetta snýst einhvern veginn allt að gera alla ótrúverðuga í staðin fyrir við fáum einhverja dýpt í umræðina, því þetta langar mann að heyra gagnstæð sjónarmið og svona reyna bara að byggja betur undir þannig að sé svona já, ok, og þess vegna væri ekki skynsamlegt að gera þetta svona eða hinsegin, en þetta snýst allt það hvað eiginlega, ég veit engin neitt nema einhverjur ákveðnir, þegar ég átti svo sá var það þannig að þá bar útgerðinni að leita eftir að fá hæsta verð fyrir fiskinn hverju sinni. Þannig að við sem vorum sjóvararnir, við seldum ekki fiskinn sjálfur, heldur útgerðinni var falið að gera það og þá var bara þeim skylda til að leita eftir hagkvæmasta verði hverju sinni. Þetta virðist annarkvort vera hægt eða í samningum eða bara engin sem virðir það, ég veit það ekki. Það kemur nú fram í þessum tillögum veikleikin í kerfinu sem að hafi verið sjómenn og fiskvinnslu sem að hafa ekki kvóta og eiginlega allir hagaðilar svo kallaðir nema stórútgerðin. Hafi verið með kröfum að fá allan fisk á markað sem er eiginlega kerfið sem er í Noregi með svona alls konar útfærslum sem eru bara teknilegar og ég nenni ekki að fara út í. En það er reynt að ná fram raunvirði fyrir
fyrir fiskinn sem mikið atriði fyrir sko sjóminni fái rétt borgað. Því ef ég á útgerðina og fiskvinnsluna og Þórður er hérna sjómaður hjá mér og ég sel sjálfum mér að þá er ég að hlunnfara hann alla daga. Og það er sama á við hafnagjöld, það sama á við hvað útgerðin greiði til samfélagsins, hvort taki hérna útsvar og fleira, þannig að þetta hefur ekki náðst í gegn og þetta kerfi sem hefur að búa til núna vísa svolítið í þennan veikleika sem er og ég myndi vilja sjá að það gerast bara mjög hratt að hér eru bara sett lög þar sem allir fiskur fari á markað sem er eiginlega eina leiðin eina lausninga hvort sjómunum að þú nefndi þá. Já. Herðu, jæja, segjum þetta gott í bili. Því að það nefnt hérna að ég myndi eftir að vera að efast að þetta eru þið kannski alltaf þessi peningur fyrir alltaf í vegakerfið út á landi. Þá myndi ég eftir að fyrst var lagður á launaskattur að þá var það til húsnæðisuppbyggingar þegar verið að byrja með Breiðholtið. Þetta er núna hluta tryggingagjaldinu. Fyrst var þetta lagt sem 1% og hækkað svo upp í 1,5%. Þá var tekin ákvörðun það að leggja launaskatt á alla til þess að leysa húsnæðisvandan vegna þess að fólk vissi það að það er bara samfélagslega óendanlega mikilvægt að allir hafi aðgengi að öruggu og ódýru húsnæði. Og þetta var lagt á allan almenning og við erum ennþá að borga þetta en þetta fer ekki þangað lengur. Ég held að við ættum að rukka það. Hvað heldur að það hafi verið 1,5% launaskattur? Ég held að það hafi verið byrjað að flytja eitthvað annað svona upp úr 1980. Þjóðin er búin að leggja til í lausnina húsnæðisvandanum þú er svo fljótur að regna 100 milljarðar gegnum margar ríkisstjórnir við viljum fá það þá væri ekki húsnæðisekla á Íslandi. En talandi um húsnæði forseti borgarstjórnar, það er mikið framundan eða ekki, þeir eru búin að kynna miklu uppbyggingu. Við vorum á föstudaginn og þá var einmitt yfirlýsing, það var kvittað undir yfirlýsing á milli verkalýðshreyfingarinnar, Reykjavík og borgar, þetta þá ASÍ og BSRB að einmitt við skoða bara saman hvað getum við gert, hvað getum við mögulega byggt þar sem ekki hefur verið byggt, hvernig getum við farið að því og bara virkilega verið að svona hvað segir maður bara það er vilja til þess að starfa meira með verkalýðshreyfingunni í húsnæðisuppbyggingunni og það er mjög ánægilegt. Við vorum báðar á föstudaginn, ég og Sonja og fleiri og það var skrifað undir þetta á þessum svona árlegum húsnæðisfundi borgarstjóra þar sem að farið einmitt yfir bara áherslur samstarfsflokkana. Við erum að tala fyrir því að það þurfi að byggja upp meira óhagnaðardrifið, það þurfi að leggja áherslu á meira félagslegt húsnæði en hefur verið gert áður. Og einmitt að húsnæði það er svo mikill bara svona það er grunnurinn að velferð þannig að ef þú hefur ekki húsnæði að þá auðvitað ertu ekki að fara að byggja upp gott líf þannig að þetta er auðvitað bara áherslur okkar í þessu samstarfi og sérstaklega áherslur sósíalista leggja bara mjög mikið á þetta við byrjum að gera eitthvað meira í þessum húsnæðismálum að því það er ekki nóg bara byggja og byggja heldur verið að skoða hvernig húsnæði verið að byggja og hver þarf helst á húsnæði að halda og hvernig getum við þá tryggt að við séum að bjóða upp á það húsnæði og það þarf auðvitað að skoða það þarf að skoða ný svæði í borginni, byggja á nýjum svæðum og mér finnst það bara fullkomlega eðlilegt En eru mörg að velja það er talað um Úlfarsárdalinn og í náttúrulega Keldnaland sem er alltaf nefnt Þannig var nefnt líka Geldinganes sem að búið að vera að tala sem ég menn eftir mér. Það er þetta risastór svæði sem eru óbyggð í útjarnum. Þetta svæði í Ólafssárdal sem hefur verið dálítið einblínt á hjá hagnaðardrifnu leigufélögunum sem möguleiki og svo auðvitað Keldnalandið og Blikastaðlandið sem eru bæði svona komin eitthvað á Blikastaðir í Mosó. Já, en þú veist það liggur að höfuðborgarsvæðinu eða Reykjavík að öllu leyti þannig að þú veist þetta er auðvitað bara ef við horfum á höfuðborgarsvæði sem heild. Þannig að við fórum í alls konar greiningar og þessi fyrir kosningar og sem skiluðu alls konar pólisíum sem við erum núna að framfylgja til dæmis varandi það að tækla skammtímaútleigu og fækka íbúðum sem eru í Airbnb útleigu og það er núna komið í ferli og því verður breytt þannig að fólk getur einverugu leikt út heimili sitt og sumbústaði og getur ekki verið með margar íbúðir án þess að vera raunlega bara með gistileyfi eða þess að leyfi til atvinnurekstrar og það mun skila töluvert magni af íbúðum aftur inn á hinn almenna leigumarkað. Það er auðvitað einskiptis aðgerð
skilur, það er ekki fara að gerast á hverju ári að það komi inn, en allt telur og sama sem við sáum líka þegar við vorum að greinda og fengum tölu frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hérna í fyrra haust var að fjöldi íbúa sem sagt, voru á hendum fárra einstaklinga eða félaga sem áttu margar íbúðir, það var sífellt að aukast, það var eitthvað að gerist inn í kerfinu sem mögulega er afleiðinga því að það verið að byggja þetta töluvert magna íbúðum sem er ekki beint markaðu fyrir og þá safnast þær saman á hendur fjárfesta sem líta á þetta sem fjárfestingaeign en ekki heimili og það þarf eiginlega að vera grundvallað stefið að heimili fólks sé heimilvægi, íbúðir séu heimili en ekki fyrst og síðast fjárfestingaeign. Það hefur verið öfugt farið á undanförnum árum, því miður og við höfum séð bara þessar hækkanir sem eru hérna, sem eru bara þær mestu í Evrópu og það hefur að hluta til verið á grundvelli þess að það verið látið eins og íbúðir séu bara eins og hver önnur fjárfesting. Það er að segja bara fjárfesting á markaði, en þetta er grundvallar mannréttindi að það kemur höfuð og við höfum að vinna út af því að Sonja talaði það áðan hérna að við höfum alltaf verið að færast, ef við höfum að færast meira í átt af einstaklingshyggju sem er rétt, en mér finnst það alveg skýrt að í þeim stefnumálum sem við verðum að leggja fram núna, það eru ekki stefnumál sem byggja á einstaklingshyggju, það að binda lífeyrisgreiðslur við launvísitölu, það að fara í breytingar á íbúðamarkaði til þess að fjölga íbúðum inni á markaði en ekki til þess að fjölga fjárfestingatækifæri fyrir þá sem eiga mikið af peningum, að fara í veiðigjöldin, að fara í breytingar á hérna þú veist, eins og til dæmis hérna greiðslur til sveitarfélagana, jöfnunargreiðslur til sveitarfélagana, allt er þetta á grundvelli svona þess að við séum í þessu öll saman þú veist, að hér sé hérna, við séum ekki bara hópur af einstaklingu sem býr á sama bletti, heldur séum við samfélag og það sé gagnlegt fyrir samfélagið að, hérna, að byggja hérna upp góða þjónustu, góða velferð og öryggi fyrir fólki sem býr hérna, meðal annars húsnæðisöryggi. Og líka ég vildi nefna sko að því þú veist það er ekkert mér svo oft í umræðinni eins og sé eitthvað slæmt við félagslegt húsnæði, sé eitthvað slæmt við óhagnadrifið húsnæði, að það er einhvern veginn sko þá til að Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn að hérna þetta hjálpa sko fólki að kaupa félagslegar leiguíbúðir. Og einhvern veginn talað þetta í því samhengi að fólk ætti að fá sko stuðning við að komast út úr félagslega kerfinu. Á meðan ég sé þetta sem bara við erum að byggja öll samfélag saman. Þú veist, þú átt ekki að þurfa að vera einhvern veginn nokkur ár í einhverju félagslegu og síðan að fara úr því að því að væntanlega er á allt samfélagi að vera félagslegt þar sem við fáum það sem við þurfum á að halda og þá ekki að vera einhver skömm fólkin í því ef þú býrð í félagslegu húsnæði, ef þú býrð í óhagnadrifnu húsnæði. Þú veist, það á að vera gott húsnæði, það á að vera fallegt húsnæði, það á að vera bjart, það á að vera mitt sko mjög skemmtilegt á kynningunni sem var á föstudaginn að þá var hérna verið að fjalla íbúðir sem að Bjarg hefur verið að byggja og einmitt vísað í litina og mér fannst það svo skemmtilegt. Ég er bara mikil áhuga manneskja að það sé ekki allt svart og grátt og drapplitað í kringum okkur af því það gerir svo mikið fyrir sálina. Þannig að þú veist, við eigum all skilið að fá einmitt bara gott húsnæði, nógu stórt húsnæði, húsnæði með svölum, húsnæði með öllu sem að telst eðlilegt til heimilishalds og mér finnst bara einmitt, þú veist, talandi þessa einstaklingshyggju og einhvern veginn hvernig við lítum á hlutina, að það er svo sérkennilegt einhvern veginn að vera gera lítið úr því að fólk sko þurfi að búa í félagslegu húsnæði eins og það er nefnt. Þú veist, það ætti að vera bara eðlilegur hluti af okkur samfélagi að við séum að tryggja að við séum öll með þessa grunn þætti í okkar lífi sem við þurfum að hafa, æskilji, og það er ekkert eitthvað að, þú veist, það er ekkert eitthvað að því að byggja með verkalýðshreyfingunni. Það er bara mjög eðlilegt, þú veist, það er ekki eins og við séum eitthvað svona, já, herðu, við þurfum að hjálpa markaðnum þar sem hann klikkaði. Augljóslega er markaðurinn ekki lausnin. Þú veist, það þarf að snúa svo allir við. Þannig að þetta er alveg vonandi tekst okkur líka einhvern veginn að vinna því að bara snúa orðræðinu við varðandi bara að það sé eðlilegt að það sé félagslega uppbygging, að það sé eðlilegt að vera að byggja upp með verkalýðshreyfingu og liti á það bara sem einhvern svona, ekki sem einhvern svona plástur eða eitthvað þannig. Verkalýðshreyfingin hefur líka komið að öllum mikilvægum átökum í húsnæðismálum. En varðandi þennan þess að þú varst að skrifa undir á föstudaginn, er þetta eitthvað, er það að stíga lengra inn í að taka ákvarðanir eða taka þátt í mótun byggða heldur en hefur verið hingað til? Maður kannski bara aðeins sem langar svo bregðast þessi Sanna var að segja, þú veist, þetta er svo gott dæmi hvað pólitíkin hefur áhrif á hugmyndur okkar
og hérna náttúrulega búið að byggja á séreignarstefnu í áratugi af því það hafa verið svona ríkjandi valdhafar hverju sinni og þá auðvitað eins og sjáum á könnunum sem hafa verið gerðar meðal leigjenda, þú veist, að vilja allir eiga eigið húsnæði af því að leigumarkaðurinn svo ömurlegur. Þannig að þú veist, þá oft vísað í þau rök, en á mótið mitt kemur að ég held ef við byggjum í Svíþjóð, þú veist, þá það ekkert endilega allir vilja vera í eigin húsnæði, af því það bara víða, og þetta mismunandi eftir sveitarfélögum, góður leigumarkaður og líka svona öðruvísi búsetakerfi sem að, þú veist, ekki að dýrt að komast inn í og bara hægt að byggja sér eða vera með gott heimili. En já, einmitt, af því það var í kvöldfréttum í gær eitthvað svona að viljayfirlýsingar svona eins og þær hefði lenga þýðingu og þá svona langaði með að rifja upp að þegar ASÍ var 100 ára árið 2016 og þá undirrituðu Reykjavíkurborg og ASÍ viljayfirlýsingu uppbyggingu á félagslegu húsnæði sem að BSRB kom síðar inn í og varð Bjarg sem náttúrulega eitthvað það mesta grettistak sem hefur verið lyft í uppbyggingu húsnæðis á undanförnum árum. Og það náttúrulega þannig að fyrsta skrifið það þarf vilja til verka og það ótrúlega jákvætt og við erum glöðið mitt að það sé búið að sýna fram á þann vilja og með þess að formgeran með undirritun svona viljayfirlýsingar. Já, en það náttúrulega alveg á hreinu að ef að það svona stórt landsvæði undir sem verið að taka til skoðunar og það verður ekki bara félagslegt húsnæði þar. Þannig að þá þarf auðvitað að skoða möguleikana og það búið að vera undirbúið mjög, mjög lengi að við hér á Íslandi getum færst nær því fyrirkomulega sem að tíðkast við erlendis að lífeyrissjóðirnir sjáu það sem fjárfestingakost að koma að húsnæðisuppbyggingu. Þeir eigu þetta nú þegar mjög mikið í félögum sem eiga atvinnu fyrirtæki eða húsnæði og ég held að það sé bara mjög spennandi því að það einmitt búið að undirbúa jarðveginn, það búið að breyta lögum þannig að það svona verið að gera þeim það kleift. Lífeyrissjóðirnir eru þetta með, þú veist, lögbundna ávöxtunarkröfu, þannig geta ekkert farið inn í skiljanlega þegar fólk hugsa það þannig að okkur koma ekki lífeyrissjóðirnir betur en einhverju félagslega en þeirra meginmarkmið að ávaxtapundi fyrir sjóðfélaga en eru þetta þau þurfa að setja peningana í vinnslu hverju sinni og þetta verkefni og við sjáum það út frá reynslu annarra landa það vel hægt að ávaxtapundi á þessu og það þá líka samfélagslegt. Tekur það box. Ég glemdi að nefna eitt að það eru þetta einmitt líka bara í sögulegu samhengi þegar maður skoðar aðkomu verkalýðshreyfingarinnar þá þetta bara hreyfingin sem hefur náð miklu í gegn fyrir samfélagið einmitt, þú veist, varðandi húsnæði og margt. Ég ætla að benda á líka út því að Sanna myndist á þessa tillögu það að gera fólki kleift að kaupa félagslega húsnæði sitt. Þetta hefur verið gert hérna á Íslandi með hræðilegum afleiðingum fyrir alla nema þá sem fengu þetta kauptækifæri sem gátu þá eignast eign á frekar lágu verði og seltan síðan afturvegna sem markarum flegi ferð á hærra verði og það fólk fekk einhvern veginn skref upp í eignastíðan en fótunum var kippt undan félagslega kerfinu og húsnæðiskerfinu og við höfum eiginlega ekki beðið þess bætur nema núna bara kannski á allra síðustu árum eins og Sonja að nefna með þessari óhagnaðardrifnu uppbyggingu og nú bý ég á einu svona þéttingareit það sem svona 20-25% á að vera óhagnaðardrifið eða félagslegt með þessum marglitu bjarghúsum sem Sanna var að tala um. Og með fullir virðingu fyrir þinni blokk að þá var þetta miklu fallegri hús. Já, ég get bara tekið undir það. Og þetta, og maður sér að þetta frábærar íbúðir. Og hvað segja, bara mannsamandi íbúðir. Þetta eru falleg hús, þetta eru stórar íbúðir og þetta í mörgum tilfellum miklu betri íbúðir en fólki býðst á hennum almenna leigumarkaði sem í verra ásigkomulagi eru minni en miklu dýrari. Vegna þess að það var farið í svona átak að byggja upp þessi óhagnaðardrifnu félög sem þurfa ekki að greiða sér út arðsemi og þá eru við á réttir leið þegar við erum að gera þetta svona og þetta alveg rétt, það á ekki að vera að fylgja þínin skömm eða þú veist, fólk að finna það eitthvað skrítið eða lítið að búa í félagslega óhagnaðardrifnu húsnæði það bara verið að bjóða þér upp á kost og ef að þessi kostur henda þér á þessu tíma þá það bara frábært og við höfum að fjölga þessum kostur. Mér langar að skjóta tvennu að þú veist, fyrstulega þessi fundur, mér fannst kveða við nýjan tón á svona húsnæðisfundi að þegar við erum auðvitað búin að heyra það búin að koma einn arkitekta fram í fjölmiðlum og segja bara Reykjavík að verða ljót og það má alveg taka undir það að mörgu leyti og síðan hefur stefnan einhvern veginn verið bara á að byggja mjög hratt og mikið af því það svo mikið vöndun en
það má ekki gleyma því þetta actually staðið þar sem fólk að skapa minningar og þú veist, það þarf að búa þarna með reisn og að bera virðingu fyrir umhverfinu og á fundinu var einmitt og það sem líka búið að vera innlega svolítið hér, það var danskur arkitekt sem var með innleg, hvernig þau að vera að gera það þar og þá einmitt að passa upp á að þessar íbúðir eins og á Kirkjusandi eða annar staðar og borgin hefur verið að gera með okkur og fleiri sveitafélög, þetta sé, þú veist, ekki alltaf bara eitthvað að það séu útjaðri félagslega húsnæði, heldur sé þessi blöndun og þau séu líka á þessum fallegustu eða þið veitir það sem mikil náttúru eða þú veist eins og sjórinn og álíka sem ég held að sé ótrúlega mikilvægt en ekki líka bara upp að sé ekki sko svona ótrúlega stéttaskipt samfélag hverju sinni og skólarnir og allt þetta þannig að það er gríðarlega mikilvægt að því sé fylgt eftir og ég finn bara já, þú veist, auðvitað byggt á góðum grunni hjá borginni en það er samt áherslumunur og ég er mjög spennt fyrir því. Já, þannig að þetta er ekki svona millilending, heldur bara framtíðhúsnæði. Það er þess að tillögu sjálfstæðismanna. Þetta er umvel að tillega frá Margaret Thatcher sem hét Right to Buy af því að sveitafélögin höfðu byggt upp félagslegt húsnæði í Bretlandi og þá hafði fólk rétt á það að kaupa sig út úr þessu. Ég held að við 30% af íbúðunum farið út með þessum hætti sem að stór skaðaði félagslega kerfið og jók mjög svona misrétti í samfélaginu og hækkaði íbúðaverð og svo náttúrulega endaði líka með hryllilegum afleiðingum með brunanum í háhýsinu í London þar sem var svona dæmi að þeirra búið að einkavæða félagslega þjónustu. Þannig að sko það að leggja þessa tillögu til finnst mér vera svona að benda til skort á þekkingu. Davíð Oddsson gekk ennþá lengra, hann var að við vorum með séreignakerfi í félagslega kerfinu, þessu verkefnabústaðanir, þá var það right to sell, réttur til að selja út sem að Þórður var að lýsa, þar sem að kerfi var eiginlega leyst upp, þeir sem að voru svo heppin að búa í kerfinu á þeim tíma. Ég reyndar hitti mann daginn sem að býr ennþá í kerfinu, hann seldi aldrei. Ég held að það sé ykkur vandræði á hvernig það var að leysa hans mál. En að þau fengu bara kössuð inn, þú veist, kannski, ég veit ekki, ábyggilega á núvirði kannski 25 milljónir hver fjölskylda. Og þá var bara hvarf kerfið, bara það var engavætt. Það var verið stærsta engavæðing Íslandssögunnar, engavæðing á verkefnabústaðakerfinu sem hefur haft hryllilegar afleiðingar og Bjarga sömuleyti er viðspyrna við það að laga það en ég held að Bjarga í bara brota þeim íbúðum sem hefðu verið inn í félagslega kerfinu ef það hefði ekki verið eyðilagt sko. Þá væri við líklega með 25-26.000 íbúður í verkefnabústaðunum og þið getur bara rétt ímynda ykkur hvað breytingin hefði verið. Ég man eins og hitti ég mann sem hafði búið í Svíþjóð á 8. áratugnum og var að spurja hann milljónaverkefnið, þar sem hefði byggðu 1 milljón íbúðir. Og hann var að lýsa því þannig að það var svo undarlegt að það var eins og allt í einu yrði bara þögn í samfélaginu. Það hefði verið svo mikil spenna og erfiðleikar og mikil svona átök sem spruttu bara út af sko vandræðum í húsnæðiskerfinu, fólk að búa við ömulegar aðstæður, okurleik og annað slíkt. En þegar þetta átak var búið, þá var eins og bara það slegið þögn á samfélagið í Svíþjóð. En hann var að segja mér þetta vegna þess að síðan hafa Svíarnir náttúrulega farið veg nýfrjálshyggjunnar og fleira og þetta það er ennþá mikil áhrif, þetta er ennþá ráðandi til þess að markaðsverð á leigu í Svíþjóð, en það samt eru sko húsnæðisvandinn komin aftur og það byrjaði að vera ræð að gera þetta aftur. Hann nefndi þetta vegna þess að nú fannst honum aftur að komin þeir erfiðleikar inn í sæns samfélag sem að voru áður en þeir leystu sko húsnæðisvandann. En svona, ég meðlega að spyrja þig, er einhugur hjá launafólki að félögin þeirra eða samböndin farið þessa leið, þessi svona stefna að hver á sitt, það hljóta verið inn í þessum félögum alltaf fólk sem er trú þeirri stefnu að maður verði að eiga sína íbúð eða sitt húsnæði. Hvort að það fólk sé sammála því að félögin eða samböndin séu þátttakendur í uppbyggingu á einhverju sem að þau koma aldrei til með að nota. Já, og ég mitt að því að þú veist það var svona margir velt þessu fyrir sér sko. Er fólk að leggja áherslu á eitthvað sem að snertir ekki þau sjálf mögulega, en þetta gerir það auðvitað, af því að ég menna ef við segjum að þú veist, fólk í kringum 50-60 með börn sem er að ætti að vera að stíga sín fyrstu skref á húsnæðismarkaði, að þá auðvitað viljaðu leysa vandann með einhverju móti. Og þó auðvitað eins og búið koma hérna fram að Bjarg er mjög svona, þetta er náttúrulega mjög fáar íbúðir í stóra samhenginu en er strax farið að hafa áhrif á sko leiguverðið og það sem að ég held að það sé bara svona sameiginlegt að við hugsum öll hérna er að það er ekki möguleiki fyrir fólk að komast inn á húsnæðismarkað nema það eigi fólk með trausta sjóði og hvað þá ef að börnin eru fleiri en eitt og skilur og hver er staðan þá
Þannig að mér finnst þetta svona svipa, þú veist, það þó þarna stóra hugsunin og búið að vera byggjunda til lengri tíma. Það þarf að tryggja frambóða húsnæði og ég held að þið hafi líka skilning á því að sko einmitt, hvernig ætti svona kerfi að vera öðruvísi? Af því að þú veist eins og þetta þegar það var lagt niður og var selt út úr því, verður ekki að tryggja íbúðna sér til staðar og fólk sem þarf að halda hverju sinni geti verið að leigja þar og vera með örugga leigu hverju sinni. Sko, mál Ásthildar Lóu, þið til í að ræða það? Það ekki frétt í síðustu viku eða? Þar síðustu viku? Það er ekki enda. Ekki? Er þetta dögt mál? Ég held að það muni lifa svolítið þetta mál. En hvar er hægt að ræða það? Ég meðist þetta að vera svona mannfélagslegt mál á sömu leyti. Ég held að hafi verið að ræða þetta í pottunum og öðru slíku. Ég held að þetta hafi mjög illa til umræðu til dæmis í fyrirspurnum í þingi eða svona tilraunum til þess að gera þetta í svona stjórnsýslulegu máli eða lögfræðilegu máli. En ég held að þetta snerti marga bara svona persónulega er það þannig að eitthvað sem að gerist fyrir 35 árum gerir fólk óhæft til þess að vera ráðherra í dag og líka, já ég held að þetta sé bara verið mjög hollt ef að samfélagi geti rætt þetta án þess að ætla að gera úr þessu eitthvað svona annarkvæmt lögfræði eða stjórnsýslu eða fjölmiðla, það er náttúrulega því að við verðum líka að hafa eitthvað svona flöt til þess að ræða bara hvernig svona viðhorf í samfélaginu þróast og hvernig við ætlum að halda upp í sko bara mennsku og öðru slíku. En flest okkar svona líta þannig á þetta að það verið tekið mjög mikið frá henni. Og svo fjölmiðla, þetta er náttúrulega stórt. Já, fjölmiðla, ég er að segja það. Fjölmiðlarnir sko fara með óvandaða frétt og sem að teki mikið af ráðherranum Ásthildi. Hún missir ráðherraembættið sitt sem kannski verið draumur lengi En nú verið svolítið umræðan fyrst með verið það hvernig bregst RÚV við að leiðrétta fyrstu fréttina. Já, búin að gera tilraunir til þess. Já. Sko það auðvitað margar hliðar á þessu máli og það auðvitað bara erfitt að ræða þetta því þetta tengist auðvitað bara sko, þú veist, fjölskyldu og bara manneskjum. Þannig að þetta er alveg aldrei svona erfitt að ræða, myndi ég segja og auðvitað ábyrgð fjölmiðla að setja fram bara frásagnir þannig að þær séu eins skýrar og sé verið að setja upplýsingar fram með skýrum hætti. En bara svo ég byrja fyrst á einni hlið þessa máls og þá skal ég alveg vera hreinskilin með það að ég er svona alin upp við það að manneskjur sem eru yngri en 18, 7 börn og þannig að ég fæ svona rauðflögg þegar ég heyri að manneskja eldri en 18 hafi eins og ég segja, óþægilegt að tala þetta, sængað með einhverjum sem að í mínum huga, út frá mínum reynslu heimi, er barn og ég tek það fram að kannski hefur svona kynslóðamunur áhrif á hvernig maður skynjar hlutina og ég veit að þarna er ýmislegt sem spilar inn í eins og hvenær maður telst vera orðinn og gamall til þess að samþykkja í rauninni að maður vilji vera með einhverjum þeim hætti og mér skilst að maðurinn hafi verið 9 ára en 16 ára þegar barnið kom undir og það er auðvitað bara, þú veist, maður var ekki að staðnum, getur ekki einhvern veginn metið hlutina en bara fyrir mitt leyti á viðurkenni ég fæ þarna smá, þú veist, að ég heyri á barn og fullorðin manneskja að vera saman og mér finnst það sláandi og mér finnst í rauninni, ég er svona velti fyrir mér að þegar maður tekur við ábyrgðarstöðu í samfélaginu að þá er það þetta kannski ábyrgðmanns að einhverju leyti að hafa dálítið, þú veist, farið yfir stöðu sína og bara svona spyrja sig, er eitthvað í mínu lífi sem væri kannski rétt að láta samstarfsfélaga mína vita að en á sama tíma kemur, þetta er mjög persónulegt mál, þú veist, hvað að vernda fólkið sem að þarna er og svo finnst mér líka athyglisvert sem ég kannski minna verið talað að það er svona trúfélög og bara ýmislegt líka þar sem að manni finnst athyglisvert að ræða og nú hef ég svona smá reynsla af því án þess að ég ætla að fara eitthvað mikið út í það en bara svona mínum yngri árum fjölskyldum mín hefur verið í svona trúarsamkomum og það er ýmislegt sem getur stundum að mínum mati virkað mjög sérstakt þar sem að líka einhvern veginn hefur áhrif á mann og móta mann og finnst líklegt að oft sé fólk í viðkvæmari félagslegri stöðu sem að er þar að sækjast eftir stuðningi og er kannski daldið svona brotið þó það vissulega eigi ekki við alla
og mér finnst líka síðan athyglisvert hvernig það er sett fram sko varðandi tálmun, af því að það er líka bara, við þekkjum það og þetta veit ég ekkert hvernig aðstæður voru þarna, en við þekkjum það að stundum er eitt foreldrið sem bara er ekki til staðar, er ekki að standa sig, en setur síðan fram í rauninni ásakanir á hitt foreldrið að það sé einhvern veginn að komið veg fyrir heimsóknir þegar svo er bara alls ekki. Þannig að þú veist, það eru margar hliðar í þessu og það, þú veist, það er bara heilbrigt að ræða þetta, en það þarf að passa sig að það er verið að tala mjög persónleg málefni sko, og þú veist, þú líka bara ætti barni í þessari stöðu alltaf að þurfa að heyra einhverja frásagnir sig í öllum fjölmiðlum, þetta er bara mjög viðkvæmt. Hér er svo meira, ég sagði þetta þegar ég heyrði fyrst fréttir að ég heyrði ekki verið seint kvöldi sko. Það sagði ég byttu okkur talaðu ekki bara við barnið sem er alveg 36 ára. Þannig mér fannst þetta að vera svolítið svona kyrt áfram að svona hörku. En það verður líka liggja sko fyrir að ástæðan fyrir því að Ásthildur Lóa sagði af sér eru viðbrögð hennar við því að fá þessar upplýsingar. Það er ástæðan fyrir því að hún ákveður að segja af sér og þannig að þessi svona mál sem Sanna var að fara hérna yfir, það er ekki orsökin fyrir því að hún tekur þessu ákvörðun áður en að fyrsta frétt kemur í loftið. Og mér finnst það líka svona dálítið hafa gleymst að horfa á það að þarna er ráðherra að taka stærri hagsmuni fram yfir minni hagsmuni. Það er mjög óvenjulegt. Það gerist ekki mjög oft í íslensku samfélagi. Vaninn hefur verið að ráðherrar hafa hangi á ráðherraembætti eins lengi og þeir að geta. Við sé bara stundum koma upp einhverja skandala þar sem ráðherran hefur hangið í kannski ár, eins og gerist hérna í lekamálinu á sín tíma. Eða þegar það kemur áfelli frá umboðsmanni Alþingis og ráðherra tekur þá ákvörðun að skipta bara um stól. Og þá er það einhvern veginn orðin skilgreininga ábyrgðartöku. Þarna sér ráðherran mjög skýrt að hún gerði eitthvað sem er mjög erfitt að komast yfir að ráðherra geri. Að fara og banka upp á hjá okkur með þeim hætti sem hún gerði. En er það þannig því að hún segir, svo ég skil afsögna, að hún víkur til þess að sé friður og störf ríkisstjórnarinnar. Það getur verið þannig að hún meti það að út af því hvernig þetta mál er tilkomið, að þá verði hér bara logandi allir samfélagsmiðlar af einhverjum teikslunum og umræðum, eitthvað sem að kemur pólitík bara ekkert við. Og mér finnst þetta rétt skilgreining hjá þér að segja hann. Þetta er svona mannlegt mál frekar en eitthvað svona stjórnsýslulegt og svona stjórnmála tengt og þetta hentar illa í óundibúnar fyrirspurnir og annars lið. Ég sammálaði, en þetta var í óundibúnar fyrirspurnum í vikunni. Þar var forsætisráðherra fyrir svörum. Hún sagði þetta mjög skýrt að þetta var í ástæðan fyrir því að Ásthildur Lóa hafi tekið sín ákvörðun. Það er viðbrögð hennar raunverulega eftir hún fekk þessar upplýsingar. En þannig alltaf manneskjan henni mikið brugðið og bara stjórnar ekki lengur gjörðu sínum í einhverju klukkutíma. Verið í panik. Samt ég held það, þú veist, hvernig umræðan þróskast og hvað við lærum af þessu samfélag og þessi spurning, þú veist, er eitthvað sem gerist fyrir 36 árum, ætti það að vera til þess fallið að þú þurfir að segja þér ráðherra embætti. Þú veist, ég held við náum ekki inn í þá umræða þegar þetta er atburðarás, þetta er flétta, skiljið, þú veist, og svo er náttúrulega hvað hún gerir í kjölfari sem hefur áhrif og ég upplifði þetta bara það að það er útrúlega bara svona sárt og erfitt að einhvern veginn að fylgjast með þessu máli og maður getur rétt, þú veist, ímynda sér hvernig er að það komi eitthvað upp 36 ára seinna sem hefur svona gríðarlega áhrif. En það er rosalega hættulegt fyrir umræðan, einmitt eins og Sanna er að minnast þetta á, ef við ætlum allt í einu að fara að normalisera valdaójafnvægi sem felst í mismunandi aldri, af því við erum komið miklu lengri í þá umræðu og það eru bara mjög stórir hópar og meðal annars líka bara þolendur sem hafa stigið fram og bara fyrirgefið. Við getum ekki almennt núna fara að segja að það sé bara allt í lagi að það sé 6 eða 7 ára munur á fólki þú veist á þessum aldri. Þú veist þegar við erum svona táningur og fullorðin manneskja. Já, og þannig að þú veist það væri ekki gott fyrir einfaldlega bara öryggi fólks að vera eitthvað íta undir að normalisera það. Og síðan er þetta hitt að eins og Þórður komið þetta inn á að ég skil það þannig og svona miðað við það sem að þau hafa sjálfsagt í ríkisstjórninni að það hvernig Ásthildur Lóa bregst við í kjölfarið sé svona megin ástæðan fyrir því að hún segir að sér embættinu og það er líka ótrúlega virðingavert af því að ef það er eitthvað sem maður hefur saknað frá þessi ríkisstjórn tók við
og það ekki vegna skorts að vilja ríkisstjórnarinnar, það ekki verið að ræða pólitík. Við erum ekki að fá djúpa umræðu bara hvert verið að stefna, hvernig á að gera það, með hvaða hætti, hvernig verið forgangsröðunin, af því það bara að vera að vaða í fólk, hægri vinstri, í einhverju leðjubaði sem bara svo lítið gefandi fyrir íslenskt samfélag og þjónar engum tilgangi og það bara risastóri málaflokkar sem að ég sakna þess að maður heyri ekki einhvern veginn meira á dýptina og vita bara hvað nákvæmlega í þessu. Ég meina, hver pólitísk áhersla þín í þessu og svo framvegis. Og aftur, ég ætla að árétta það er auðvitað bara, frábært ráðherralið sem hefur alveg verið að koma sínu skýrt á framfæri, en við finnum það bara að, umræðan fer alltaf aftur í þessar svolítið svart og hvítt, skotgrafir og svo framvegis. Og þá, einmitt, að þið minnst þetta smátengjast líka umræðan í Ameríku. Þetta er alþjóðleg áhrif. Hvar erum við? Kannski bara lausnina. En það ekki ábyrgð fjölmiðla að halda uppi svona eðlilegri umræðu samfélagsmál? Jú, ég ætlaði að reyndar að árétta það. Ég skil ekki hvernig þetta leitist út í það hvort þetta væri frétt eða ekki frétt. Þetta allan daginn frétt. Mér það svona afvegaleiðing á umræðinni og sömuleiðis hvort það hafi verið trúnaðarbrestur á forsætisráðuneytinu. Come on. Það raunverulega nefnt að hún megi vera á fundinum. Þú þarft ekki að vera djúpt inn í stjórnsýslurétt rétt, sko. Já, ég skal alveg viðurkenna hafandi verið með flensu alla þessa viku og ég ekki búin að leggjast eftir hver sagði hvað og hvaða tímapunkti og svo framvegis, en ég meina RÚV búið að birta þessa leiðréttingu sína. En mér finnst líka, þetta líka einhver svona púls á því hvar við erum sem samfélag. Af því að annars vegar þetta mannlega og fólk vill einhvern veginn standa með og verja ástöldi lógu, en það af því leiðir kannski umræða sem heldur ekkert sérlega gagnleg fyrir samfélagi og með talandi tálmun, almáttugur, ég held að það hafa aldrei neitt rætt þetta hugtak valkvæði feður. Þegar feður ákveða bara, þeir ætla ekki að bera ábyrgð á uppeldi barnanna sinna og stimpla sig bara út úr síðan æðislega mikið fórnarlömb þegar bara eða þeir fá ekki einhverju upplýsingar eða umgengni við barni eftir dúk og disk. Það kostulegt í þessari frétt að það var sagt að samt hefði hún rukkaðan meðlag sem mér finnst ótrúlega siðlu setting. Barnið á rétt, það réttur barnsins og mér fannst bara, ég vil aðeins bara skjóta inn með tálmun að því það einmitt ábyrgð fjölmiðla að setja hlutina skýrt fram. Ef einhver upplifir tálmun en ekki kannski fullir það tálmun átt sér stað og ég ætla bara að nefna að ég alveg upp að einstæðri móður og þegar ég heyrði frásögnina hvernig var verið að lýsa í rauninni aðkomu þá föðursins á einhverjum tímapunkti, þá var ég bara vá, þetta bara, mér líður eins og þetta sé nákvæmlega sama frásögn og móður mín hefur sagt mér frá varðandi Emmitt þennan valkvæða föður sem að ég á, sem að Emmitt bara hvarf til lengri tíma, ekki hægt að ná í hann og mamma mín alltaf að reyna að ná í hann og bara eitthvað herðu og verður að eiga samskipti með við barnið og alltaf að reyna einhvern veginn bara eitthvað svona sann að tala við pappa þeim, skilju, og síðan Emmitt, hann hefði verið líklegur til að segja bara, herðu, basmóðu mín með svaka vesen, vill ekki leiða mér að hitta barni, þegar kannski það bara eitthvað, herðu, ég er búin að vera að ná í þig langan tíma og þú kemur aldrei og það er eðlilegt að það er alveg eðlilegt að foreldrar sem lendi í svona, segi kannski einhver tíma bara eitthvað, herðu, þú verður að mæta, annars bara þurfum við eitthvað að endurskoða þessi samskipti sem við erum að reyna að halda úti. Sem er alltaf tveggja manna tal, Mér er alveg að spyrja Sonju að því þú ert að segja þetta. Finnst þér að fjölmiðlar séu að bregðast í að halda hér uppi bara heilbrigðir í samfélagsumræðu og látið eftir sér að hlaupa eftir þessum leðjuslag sem út af því? Nei, alls ekki. Ég meina þau eru bara að flytja fréttir og ég meina við höfum bara eins og... Já, ekki við þetta mál sérstaklega? Nei, ég meina þau eru að flytja fréttir og það er ekki heldur hvert fer athyglin í samfélaginu hverju sinni. Hvað verður fréttin sem að stendur upp úr? Það er eitthvað samfélagslegt. Ég myndi ekki segja að það var ábyrgð fjölmiðla. Hins vegar auðvitað er það alveg þannig að við sjáum að ákveðin fjölmiðill er svolítið meira í því að vera atast í persónum heldur en nokkuð tíma málefnunum og það er auðvitað skaðlegt og ég meina það er auðvitað bara miklu lengur og dýpri umræða hvernig eignarhald á fjölmiðlum og stuðningu við þá og bara mikilvægi þeirra í samfélaginu. En já, og þess að fannst mér líka erfitt að þetta skildi verða eitthvað svona skotspotn að því er þetta frétt, er þetta ekki frétt, þetta er allan daginn frétt. Við skulum líka bara tala almennt, bara íslensku það að hér hefur verið kerfisbundið unnið að því að veikja fjölmiðla. Erum við í einhverjum vafa það? Nei. Á undanförnum árum og bara, það er þannig. Þú sér það bara hvernig atgerðisflóttin hefur verið úr þessari grein, hvernig stjórnmálamenn hafa leyft sér að tala fjölmiðla núna á síðustu árum sem er aftur svona kannski dálítið innflutt áhrif á því sem er að raungerast í Bandaríkjunum og víða í Evrópu.
það hefur verið þannig alveg skýrt í mínum huga í langa tíma og nú veit ég, 20 árum í þessu fæi og mjög langa tíma í það að reyna að halda úti sjálfstæðum litlum fjölmiðlum sem áttu að vera gagnrýnir og veita ráðandi öflum aðhald að mjög kerfisbundið hefur verið unnið að því að veikja fjölmiðla og við sjáum skýrasta birtingamyndin þetta salat sem stuðningur við einkarekna fjölmiðla í framkvæmd. Það búin til einhver nefnd hérna sem rúlar út mörgum tillögum sem eiga að vera samhágandi og hvar endar þetta? Þetta endar einhvern skotgröfum yfir einni tillögu, yfir peningum sem í stóra samhenginu eru bara smápeningar og þetta fær bara að trikla svona áfram bara í þessum skotgröfum ár eftir ár og núna bara komið í óefni og það bara þannig. Já. Og það verkefni núna og mér finnst þessi skilningur hjá því fólk sem var að taka við og ekki búið að setja völdum í ekki einu sinni 100 daga að það þurfi að taka þetta mjög föstum tökum vegna þess að þetta ekki bara einhver rekstrarleg spurning fyrir fjölmiðla, þetta lýðræðisleg spurning það hvort að við ætlum að líta á fjölmiðla sem þora og veita valdhöfum aðhald sem lýðræðislega nauðsynlega eða hvort við ætlum að líta á þetta bara sem hvern annan samkeppnismarkað og því miður fólki sem hefur verið ráðandi áratuginn á undan það leita á þetta sem hvern annan samkeppnismarkað eða bara hagsmunabaráttu það sem var tilbúin að axla mest tap, hann ætti að vera ofan á og þetta verður að breytast. Ég ætla bara að því að hann sagði að veri ekki búin að sitja í 100 daga, ríkisstjórnin búin að sitja í 99 daga, það verður 100 dagar á morgun. Það var hennu. Herriðin, ég þakka ykkur mikið fyrir komuna, Þórður, Sanna og Sonja. Takk. Og hér eftir kemur umboðsmaður barna Salvör Nordal. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook.